Sjötti liður á dagskrá okkar í dag úttektarskýrsla á 3 samningum milli heilbrigðisráðuneytis og Akureyrarbæjar og hér munum taka til máls formenn félagsmálaráðs og framkvæmdaráðs og fara yfir sinn hluta af þessari skýrslu og fyrst tekur til máls Sigrún Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég mun fara hérna yfir minnisblað sem var gert þessa úttektarskýrslu. Tilgangur úttektarinnar að draga lærdóm af framkvæmd samninganna 3 og standa betur að vígi við gerð nýrra samninga. Tiltekin samningsákvæði voru valin til úttektar með við úttektina til að fá ábyggilega vísbendingar eftirfarandi atriði. Og atriðin eru árangur í ljósi markmiða, uppfylling krafna til þjónustunnar, skilvirkni þjónustunnar og nýtingu fjármuna. Ari Arnalds frá Vottun HF var úttektarstjóri og með honum til aðstoðar var Anna Björg Aradóttir frá landlæknisembættinu og funduðu þau með stjórnendum og starfsmönnum í viðeigandi stofnunum. Það hefur ávallt verið kveðið á það í samningnum að það eigi að gera úttektir reglulega á þjónustunni og þetta í annað skipti sem að gerð úttektun á þjónustunni frá upphafi. Gerð var úttekt á 22 þáttum og mun ég fara lauslega yfir þá þætti sem að snúa á stofnunum deildum félagsmálaráðs. En síðan mun Helena taka við og fara yfir það sem að snýr að framkvæmdaráði. En í úttektinni voru 19 liðir sem snúa að stofnunum félagsmálaráðs og af þessum 19 liðum var gerð athugasemd við 8 liði. En það kom fram í máli úttektarstjóra að hann telur ljóst að mikill vilji og metnaður sé til þess að skila góðum árangri í hvívetna hjá þeim stofnunum sem úttektin var gerð hjá. Og í úttektinu var ekki neitt sem gæti talist frávik. Í rauninu þetta bara athugasemdir, það engin frávik frá samningnum, svo að við megum nú alveg vel við una með þessa úttekt. Fyrsti þátturinn sem að tekinn var fyrir var markmið samningsins og þar kemur í ljós að náttúrulega markmið samningsins að samþætta þjónustuna og nýta betur fjármagn, það svona aðal og veita betur þjónustu og það kemur í ljós að augljós hagræðing sem fylgir þessu samkomulagi að vera með þessa samninga, að samþættingar hagræðingin mikil og þetta veitir betur þjónustu og síður hætta á því að einstaklingum séu vísað frá einni stofnun til annars þegar þau þurfa á þjónustu frá heilsugæslunni, öldrunarheimilinu og félagsþjónustunni að halda. Það var gerð úttekt hjá heilsugæslunni á ungbarnaverndinni, heimahjúkrun, heilsuvernd aldraðra, fjölskylduráðgjöf, unglingamóttökunni eða unglingaráðgjöf og svo þjónustutíma heilsugæslustöðvarinnar. Það voru gerðar athugasemdir við heimahjúkrun. Þar var það sem var að kanna var að kanna hvernig hafi verið unnið úr viðbótarframlagi upp á 17,2 milljónir. Kemur þar fram í niðurstöðunum að stöðugildi heimahjúkrun hefur fjölgað 3,4 og það helmingurinn að næturvakt en ekki talið með. En athugasemdirnir kom fram í úttektinni að heimahjúkrun skipuleg eftir einstaklingsbundnu mati, bent var á að ekki væri til staðar aðferðir við þetta einstaklingsbundna mat. Þannig að ekki væri nægilega tryggt að matið væri óháð því hver gerði matið. Og þá þetta annarkvort þurfum við að fá verkfæri frá ríkinu til þess að fá staðla mat eða útbúa okkar eigin mat. Þannig að sé ekki hætta á að vera að meta þættina á mismunandi eftir í hver gerir matið. Það var gerð athugasemd við unglingamóttökuna eða unglingaráðgjöfina og í rauninni kemur sú athugasemd fram vegna óskýrs orðalags í samningnum. Það bara kveðið á það að verkefnis að kynna ákveðin opnunartíma þjónustunnar, en í rauninni ekkert hvernig opnunartímanum eigi að vera. Svo annarkvort líklega þarf bara að
bæta orðalagið í samningnum hvað þetta varðar. En það kom fram þannig í niðurstöðunum að þjónustan er einkum vegna kynsjúkdóma og getnaðarvarna og því svolítið velt upp hvort það mætti veita þessa þjónustu annan þátt. Það er verið að veita hana núna, það er opið, unglingamóttakan er opin á milli 4 og 5 á þriðjudögum en hún er lokuð þegar að framhaldsskólarnir er í fríum eins og sumrum, í jólafríin og í páskafríin og það kemur bara út af reynslunni. Rauninni var opið einu sinni lengur og reynslan hefur sýnt að þetta þykir bara henta. Hvað varðar hjúkrunarheimilin og dvalarheimilin, þar var tekið fyrir þjónustutími, endurhæfing og fæði. Gæðastarf, þagnarskylda og nýting hjúkrunarrýma til hvíldarinnlagna. Í rauninni það var engin athugasemd nema við gæðastarf og nýtingu hjúkrunarrýma til hvíldarinnlagna. Mig langar aðeins að varðandi fæði þá tóku úttekt-aðilar það út þegar ég bara alveg í raun fór í mat upp á Hlíð og fengu kjötsúpu. Sannreyndu það að þar er íslenskur matur en fengu upplýsingar það hjá starfsmönnum að þar væri boðið upp á fæði fyrir sykursjúka, fitusnaut fæði, glútenlaust fæði og grænmetisfæði og einnig að á deildum er gjarnan góð aðstaða til minniháttar matreiðslu þannig að bæði íbúar og aðstandendur geta bæði bakað og eldað og hefur þetta mjög góð áhrif félagslega inn á deildunum. Varðandi þagnarskilduna þá var athugasemdir við þagnarskilduna. Upplýst var að í nokkra mánuði hefur svo regla verið höfð að nýráðnir starfsmenn á öldrunarheimilunum undirrita yfirlýsingu þagnarskyldu en það kom í ljós að einstaka undirverktakar hafa ekki skrifað upp á þagnarskyldu og svo kom líka í ljós að aðilar sem að starfa inn á öldrunarheimilunum eins og segjum bara ef að koma einhverju sem að framkvæma einhver verk, annarkvort hreinlætisfyrirtæki eða ef eru iðnaðarmenn og þess háttar inni, þá er ekki nægilegt að þjónustuveitandinn, fyrirtækið, segi okkar fólk er búið að skrifa upp á þagnarskyldu, við þurfum að sannreyna það. Við þurfum að ganga úr skugga það að þeir sem koma inn hafi skrifað upp á þagnarskyldu hjá sínum aðilum. Svo voru nokkur atriði sem eru tekin út eða 2 atriði sem voru tekin út í dagvistinni. Það var þjónustan og þar var engin athugasemd og notkun og nýtingu rýma og þar kemur fram að samtals við 32 rýma á Akureyri, þar hafa verið 12 sem eru ætluð minnissjúkum og það er leitast við að tryggja hámarksnýtingu með því að yfirbóka af því að algengt er ekki komið allir sem bókaðir hafa verið en við þetta voru ekki gerðar neina athugasemdir. Svo voru svona sameiginlegir þættir sem voru skoðaðir. Það var gæða og þjónustumarkmið og í málefnasamningi eða í verks í kröfunum eða í samningu stendur verkskali skal setja sér gæða og þjónustumarkmið samanber upplýsingabækling, verkkaupa, stefnumörkun heilbrigðisyfirvalda í gæðamálum til ársins 2010. Og í rauninni höfum við ekki verið að viðhafa skipulagt gæðastarf á öllum sviðum en við höfum verið með visst gæðastarf inn í félagsmálaráði og voru úttektaraðili, hann var ákaflega hrifinn af því vinnulagi sem þar er að koma á óvart að við værum með þetta vinnulag að taka út, fara skipulega yfir, við settum okkur markmið upp úr meirihlutasáttmálanum og við höfum skipulega farið yfir hann, höfum verið að fara í gegnum hvað er búið, hvað eru verkin stödd og hvað er eftir og honum fannst þetta mjög athyglisvert og vildi reyndar bara sjá að það kæmi líka niður í deildirnar. En á öldrunarheimilum það hefur verið viss gæðastarf í gangi en það hefur dregið úr því og hefur það komið til vegna fjárskorts.
En þetta eitthvað af því sem við þurfum að kippa í liðin, að taka okkur á gæðastöðlunum og gæðamarkmiðunum. Og svo 17. liður, það magn þjónustu og öryggi sjúkraskráningar. Þar kemur fram í niðurstöðunum að móttaka fólks á heilsugæslunni skráð í móttökukerfi Sögu. Seðlarnir skrifaðir út í tvíríti og eitt eintak fær sá sem kemur á heilsugæslustöðina og eitt eintak hefur verið geymt þar. En ánægjulega athugasemd var í athugasemdunum að ekki þörf á að varðveita útskrifa eintaka komuseðli. Þetta gríðarlegt magn af komuseðlum sem hefur safnast upp á heilsugæslustöðinni og ekki þarf núna að geyma. Það fullnægjandi að geyma þetta í móttökukerfinu Sögu og ég held að þetta sé nú bara léttir fyrir starfsfólkið á heilsugæslustöðinni. Einnig kemur fram að þekking að vista þessar upplýsingar fyrir okkur og það kom í rauninni fram þarna að það ekki nægilegt að Akureyrarbær geri samning við einhvern aðila til að vista svona gögn. Í rauninni þarf líka framkvæmdastjóri heilsugæslustöðvarinnar að ganga úr skugga það að samningur sé svona. Þetta segir okkur að það dugir ekki að gera svona samninga miðlægt, heldur verður hver og einn forstöðumaður að ganga úr skugga það að þetta sé í samræmi við þessu samningurinn segir. Svo það kvartanir. Það skipulag tekið á kvörtunum hjá heilsugæslunum og öldrunarheimilunum en það hefur ekki verið í skipulögu ferli í dagvistinni í Víðurlundi. En í athugasemdinni kemur fram að samkvæmt lögum ber öllum heilbrigðisstofnunum að skrá atvik og senda það skýrslu til landlæknisembættisins hvort sem atvikin hafa átt sér stað ekki. Samkvæmt upplýsingum landlæknisembættis hefur tilkynning hvorki borist frá heilsugæslunni og öldrunarheimilunum en embættið óskaði eftir að slík skýrsla yrði skilað og síðan stendur 1.3.2009. Þetta stendur í rauninni ekki svona inn í samningnum en það hafa komið lög þetta eftir að samningunum var gerður. Svo þetta það verður bara sendar upplýsingar þetta og svo mun búsetudeildin koma á ferli bæði fyrir dagvistina og svo allar stofnanir búsetudeildarinnar. Svo heilbrigðisþjónusta við fanga. Þar var aðalathugasemdin að fanga verður töldu sig ekki hafa samningin heilbrigðisþjónustuna við fanga undir höndum og geta það ekki tjáð sig það hvernig henni væri háttað og ég segi það að þetta nú atriði sem upp á heilbrigðisráðuneytið að klaga því að við heilsugæslan hefur samningin undir höndum og heilbrigðisráðuneytið hefur samningin undir höndum en í rauninni ekki fangelsismálayfirvöld eftir því sem þeir segja og var það aðalathugasemdin við þetta. En við í félagsmálaráði vorum ákaflega sátt við hvað úttektin kom vel út og það alveg full þörf á að gera svona úttekt annars lagi því að það sýnir sig við lestur þessarar skýrslu að flestir þessi þáttir sem athugasemdir við eru ansi auðveldir í framkvæmd og lítið mál að laga. Svo að það ber að fagna því að þetta hafi verið gert og svo munu deildir og stofnanir og vegu félagsmálaráðs lagfæra það sem lagfæra þarf. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar til að byrja því að fagna þessari úttektarskýrslu. Það alltaf gott þegar að hlutirnir eru metnir og til að sjá hvað betur að fara og hvað vel gert. En það var gerð úttekt varðandi sjúkraflutningana. Niðurstaðan almennt góð en þó komu nokkrar ábendingar sem að mínu áliti ekki stórvægilegar og þær eiga sínar skýringar, þannig að ég held að við megum vel við una. En úttektarskýrslan, hún laut að viðbragðstíma, mönnun á sjúkrabifreiðum og menntun sjúkraflutningamanna. Og helstu ábendingarnar komu varðandi viðbragðstímann en sjúkraflutningum skipt í 4 flokka eftir alvarleika slysa eða útkalla
og skal í tveimur fyrstu flokkunum það þarf viðbragðstíminn að vera innan marka í 90% tilvika. Í þriðja flokknum það innan 80% tilvika og í fjórða flokknum þá beiðni sinnt eins fljótt og kostur Þannig að það engin tímamörk og engin mörk á þeim flutningum. En viðbragðstíminn, hann mældur frá því hvenær símtal berst og það upphafið og þegar sjúkrabíll kemur á áfangastað eða á vettvang þá þurfa sjúkraflutningamenn að tilkynna að þeir séu komnir á staðinn. Það var rætt við slökkviliðsstjóra, aðstoðarslökkviliðsstjóra og deildarstjóra framkvæmdadeildar og það voru skoðaðir listi frá neyðarlínu og út frá þessum lista var unnin tölfræði til þess að finna út hver svartíminn var. Það kom í ljós að í innanbæjarflutningum í tveimur fyrstu flokkunum og þar voru það var innan við meira en 90%, það að segja í flokki 1 þá var viðbragðstíminn innan marka í 84,5% tilvika en átti að vera 90. Í flokki 2 þá var viðbragðstíminn innan bæjar 86,2% en í öllum öðrum flokkum voru flutningar eða var viðbragðstíminn innan marka og hann varandi utanbæjarflutningana þá stóðust þau tímamörk. En ástæðan fyrir því að viðbragðstíminn ekki innan þeirra marka sem tilgreindir eru, má segja að það hefur komið fyrir að sjúkraflutningamenn hafi ekki tilkynnt komu sína á vettvang og þar af leiðandi þá telst viðbragðstíminn lengri heldur en raunverulega Þannig að þetta á sína skýringu. En það verður tekið tillit til þessara ábendinga og það verður unnið að endurbótum. Það voru gerð úttekt á mönnun sjúkraflutningabifreiðanna og það voru engar athugasemdir gerðar. Það stóðst samninginn eins og gert ráð fyrir. Og síðan var gerð úttekt á menntun þeirra. Þær athugasemdir sem komu voru að það voru ekki fyrir hendi skírteini á slökkviliðsstöðinni sem sýndi fram á að sjúkraflutningamennir hefðu próf eða löggildingu sem sjúkraflutningamenn. En það búið að bæta úr því þannig að öll skírteini liggja núna fyrir hendi. Takk. Orðið laust undir þessum lið og næst tekur til máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti og geturbæjarfulltrúar. Það virkilega hægt að fagna því að þessi úttekt hafi farið fram og það kom mér náttúrulega ekki óvart að þetta kæmi vel út. Ég vissi það svo sem að þetta hefur lengi verið vel unnið og vel byggt upp hjá okkur. Og mér dettur nú kannski í huga að það var farsælt ef við tókum þá ákvörðun í félagsmálaráði að fara í endurskipulagningu á bæði heimaþjónustu og heimahjúkrun. Og við samþættum þetta svona að það fer upp í heimsóknir til einstaklinga geta farið upp í hvað? 8 eða 10 á dag og jafnvel oftar. Og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli hvernig að vel takist til. Og ég segi það fyrir mér í framtíðinni að við getum haft ennþá magnaðri útfærslu á þessu með því að hafa teymi sem að passa við hvert tilfelli fyrir sig. Einstaklingsmiðaða þjónustu. Og það auðvitað þannig að við verðum að halda vel á spöðinu því að heimaþjónustan gerir ekkert annað og heimahjúkrunin gerir ekkert annað en aukast. Mér datt í hug með unglingamóttökuna að ég má þá tíða að ég eitthvað held í páskafríin í það að setja umsókn til forvarnarsjóðs ríkisins og við settum saman umsókn og Pétur Pétursson og við vorum að sækjum þá til þess ekki síst að vera fjölskyldum innan handar þar sem að unglingar átti miklu vandræðum með neyslu og ég skil það vel að starfsemin hafi eitthvað breyst en við fengum á sínu tíma peninga í þessa þjónustu og hún hefur verið eyrnamerk síðan þannig ég ætla nú að benda á að
að breytist starfið niður á Hag, þá lítur það að færast hreinlega mest í framhaldsskólana með skólaheilsugæslu eða skólalækni eða skólahjúkrunarfræðingi eða einhverju slíku. Allavega þá er vert að skoða það að draga ekki úr þessari starfsemi þó að breytist eitthvað unglingamóttakan. Og það getur sjálfst verið að þurfa að breyta þar orðalagi því það er sjálfst frekar flausturslega samið samningin. En það er þetta líka með fangana, það þarf að vera afmörkuð og skýr sú þjónusta og það er til dæmis starf hjúkrunarfræðings þar, það er vel hægt að hugsa sér að það sé fastar í skorðum eða kynnt á annan hátt. Og sjálfsagt fleiri sérfræðingar sem gætu komið að þeirri þjónustu og við svo sem gætum þjónusta fangelsin víst ég við meira frá fjölskyldudeild eða á annan hátt ef að það væri gert markvisst sálfræðingaþjónusta eða eitthvað slíkt. Ég er ekki viss um það, ég bara sé það fyrir mér. Enda sé ég það að við getum brugðist við á alla kanta til þess að geta þjónustað fólk sem væri vistað hér í fangelsi, hvort sem það væri menntun eða hvað það væri. En það þarf alltaf að fara samkvæmt samningum. Þetta er það í hug líka aftur svo í hverfi enn og aftur að heimahjúkruninni, þá er það alveg rétt. Það þarf að meta, það þarf að vera ákveðin skali og ég held að það geti ekki metið það nema heimilislæknar fólksins. Þannig að það sé, og það var rætt líka á síðasta fundi í félagsmálaráði, það verður bara tekin upp markvissari vinnubrögð við það að skilgreina hverjir eigi að fá heimahjúkrun og hvernig því sé líka fylgt eftir þannig að það sé metið. Þannig að það verður líka engin hætt og öðru heldur en að verði brugðist afar skjótt við til þess að verða til þess að bæta úr því litla sem þarf og alveg eins er það hjá í sjúkraflutningum og öðru slíku. Þetta geta verið skráningamistök hvað það heldur annað. Og það er rétt að það lengi má bæta og það er auðvitað skila sér þegar við erum búin á löngum fundum að fara yfir þessi skorkort og sjá hvað við getum gert og hvar við erum stödd og hvernig við getum bætt og laga. Það skiptir auðvitað miklu máli. Þannig að ég er afar sátt við þetta og þakklátt fyrir þessu úttekt. Takk fyrir. Orðið laust undir 7. lið. Valdimar Sigurðsson tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég get nú ekki annað en verið hreykinn af niðurstöðum á þessari úttektarskýrslu og á þessum 3 samningum milli heilbrigðisráðuneytisins og bæjarins. Úttektin sýnir okkur það að við höfum yfir að ráða afskaplega hæfu starfsfólki og einnig hlýtur yfirstjórnin að vera mjög góð og starfi sínu vaxin því að nógu duglega erum við að skera niður og krefjast hagræðingar. Því hlýtur starfsfólk þessara stofnana að leggja sig afskaplega vel fram að hlúa sem best að skjólstæðingum sínum og það er eiginlega fátt sem ekkert sem kvartaður og betur mætti fara en þó er það eitthvað og að sjálfsögðu verðum við því en ég segi nú bara starfsfólkið á lof skilið. Takk. Orðið laust undir þessum lið. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég vil taka undir þá orð þeirra bæjarfulltrúar sem hér hafa talað mikilvægi og ágæti þessara niðurstaðna fyrir okkur. Á árinu 2000 framkvæmdi PricewaterhouseCoopers úttekt fyrir ráðuneytið á samningum öldrunarheimilið og málefni fatlaðra. Það var kannski annars konar úttekt þar sem var verið að fara yfir þessi verkefni sem þá voru tiltölulega nýkomin til sveitarfélagsins og þetta var svona í upphafi vega, var verið að fylgja eftir þessu nýju verkefnum reynslu sveitarfélagsins Akureyri. Og það sem mér finnst vanta í þetta, þessi úttekt sem hér er kynnt, er árangurinn af samþættingu verkefna. Hún er ekki tekin fyrir í neinum samningi, hún er ekki skilgreind neins staðar. Þetta eru 3 aðskildir samningar, en það er ekki tekið til raunin þess að við erum stoltust af mikilvægi samþættingarinnar og þeim árangur sem og sá árangur sem hér hefur náðst einmitt í því verklagi.
Þannig að auðvitað er vottunaraðilinn fylginn sér og fer eftir þeim kröfum sem að í samningin eru settar og það er hans verkefni sem á að taka út, en hann tekur út akkurat ekki það sem skiptir mestu máli. Þannig að það stendur eftir og það er kannski eitthvað sem við vitum og bærinn hefur, eða félagsmálaráð hefur framkvæmt eins konar sjálfsmat á hverju ári, sent skýrslu til ráðuneytisins framkvæmd þessara samninga sem hefur verið mjög gott og gagnlegt plagg. Og það sem við hefum sjálf verið að leggja mat á okkar þjónustu og þar kemur þetta berlegu ljós árangurina af þessari samþættingu. Þannig eins ánægð og ég er með þessar skýrslu þá finnst mér samt sem að þungamiðjuna í hana vanta. Takk fyrir. Nú orðið er laust undir þessum lið. Sigrún Stefánsdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins að bæta hérna við að í næstu samningagerð þá mun að öllum líkindum og allt útlit fyrir því að samningurinn heilsugæsluþjónustu fanga fara inn í samningin heilsugæsluna. En mig langar að taka undir þessi orð sem að forseti hafði hér áðan árangurinn í samþættingunni. Það er alveg rétt, það er það sem við erum langstoltust af, hvað hefur gengið vel að láta þessar deildir og stofnanir vinna saman og sem skila sér í bættri þjónustu til bæjarbúa. En það hefði verið klárlega mjög mikill akkur í því ef að reglulega hefði verið gerðar úttektir og mælingar, sérstaklega mælingar á þjónustun og öllu því sem er verið að þjónustu í gegnum þennan samning, ekki síst í ljósi þess að það stendur til að flytja þessi verkefni frá ríki til sveitarfélaga og samningsstaðan og samningurinn þann flutning væri svo miklu einfaldari ef að væru til reglulega mælingar sem eru ekki til. Og við í því verkefni sem framundan er að semja við ríkið, að sveitarfélaginu og ríkinu semja þennan flutning, verður mjög erfitt að finna út hvaða einingar á að nota. Af því að það er ekki til einar mælingar á þjónustunni sem hefði verið svo ofsalega flott verkfæri ef það hefði verið unnið að þessu reglulega, en það er víst ekki hægt. Mælingan hafa alltaf bara farið okkar megin fram, en kaupaðilina samningnum hefur ekki tekið út þetta, en við búum bara við þetta, en við klárlega erum búin að vinna mjög gott starf hér. Það hefur mikið verið horft til þessa verkefna hér hjá okkar sveitarfélagi, önnur sveitarfélagi hafa komið fengið kynningar á starfseminni, margir skoða þetta og við fengið mikið lof fyrir og við megum vera ákaflega stolt af þessari vinnu sem hefur farið fram undangengir ár á meðan samningurinn hefur verið í gildi. Nú orðið er laust undir þessu leið. Það var ekki fleiri ósk eftir að taka til máls. Þannig að ég ætla að lesa hér upp bókun sem var dreift til bæjarfulltrúa hér rétt áðan og hljómar svo. Þjónustusamningar hafa verið í gildi við heilbrigðisráðuneyti frá árinu 1997 heilsugæsluna og öldrunarheimilin, frá árinu 1999 fangelsisþjónustuna og frá árinu 1990 sjúkraflutningana. Þetta er í annað sinn sem ráðuneyti framkvæmir úttekt á framkvæmd Akureyrarbæjar á þeim verkefnum sem stofnanir bæjarins sinna samkvæmt þessum samningum. Bæjarstjórn fagnar jákvæðri niðurstöðu úttektarinnar sem staðfestir að þessi verkefni hafa almennt verið unnin af metnaði og fagmennsku af hálfu starfsfólks viðkomandi stofnana og eru því færðar bestu þakkir fyrir vel unnin störf. Félagsmálaráð og framkvæmdaráð hafa fjallað úttektina á sínum fundum og það er unnið endurbótum í samræmi við framkomnar ábendingar það sem betur mætti fara. Og ég tel rétt að bera þessa bókun upp til samþykktar og bið þá bæjarfulltrúa sem samþykkja hana að gefa merki. Og það eru 11 samhljóða atkvæði. Og þá komið að lokum hjá okkur hér í dag. Fundi slitið klukkan 17:15 og við undirritum fundargerð hér að loknum fundi. Takk fyrir.